Verið velkomin í ævintýrahattinn. Ég ætla að halda áfram að segja ykkur ævintýri. Og nú komin ný ævintýri. Það samt ekki ný, þau eru gömul en þau eru samt ný í þættinum. Og þau eru eiginlega meira og minna erlend. Það samt eitt íslenskt líka. Já. Og við ætlum að skemmta okkur konunglega. Og við ætlum að byrja á ævintýri sem heitir Kjói og Raunagrasið. Nei, Jói og Raunagrasið. Nei, það eitthvað með baunagras að gera. Aha, Jói og Baunagrasið. Gjörðu. Aha, það Jói og Baunagrasið. Það var strákur sem bjó á mömmu sinni. Þau eru mjög fátæk, þau áttu ekki neitt. Bara alls ekki neitt. Þau eru mjög fátæk. Mamma Jóa sagði það. Jói minn, við erum mjög fátæk og eigum ekkert að borða. Það eina sem við eigum þessi belja hérna. Já. Og Jói minn, við þykir leiðið það sárt að segja, en þú þarft að selja beljuna. Þarf ég að selja ljómalind? Já, því miður þú þarft að selja ljómalind. Og við getum ekki haft hana lengur hérna hjá okkur. En hún gefur svo góða mjólk. Já, við viljum ekki að mjólkin einni saman, Jói minn. Þess vegna þarf þú að fara á markaðinn og selja hana ljómalind okkar. Já, ég ger það. Og Jói fór á markaðinn til að selja ljómalind. Það kom fullt af fólki. Já, hvað það? Belja, það ekki belju. Enginn vildi kaupa hana. Það voru allir bara, nei, belja. Þangað til að kom myndarlegur maður. Rosalega, þetta flott belja þannig með, sagði maðurinn. Já, sagði Jói. Heyrðu, hvað gerum hana hér? Hér seljum við móður mínu. Við erum svo fátæk. Það ljótt að heyra, en ég get bjargað ykkur. Já, það getur þú keypt. Ég skal kaupa hana. Já, áttefnið, hún mjög dýr, sko. Já, hún dýr. Hún spendýr. Já, ég að tala hún kostar mikla peninga. Já, ég var nú líka bara að grínast. Já, dýr segir. Það ekkert mál fyrir mig. Þú ert svo góður. Já, ég mjög góður, já. Já, þú ætla bara að kaupa hana. Já, þá bara að taka við peningnum. Peningum, ég ekki með peningum. En ég með baunir. Baunir? Já, gallinn minn. Ok. Hérna, 3 baunir. Já, betur, ég skil ekki alveg, ég með það peninga, við mamma getum ekki lifað á bauna, búið til eina baunasúpu þegjum bara. Baunasúpu, kallið minn, þetta eru töfrabaunir, epsi, og vertu sæll. Komdu kissa, kusi, ljómalind. Já, Jói fór með baunirna til mömmu sinnar. Sællglaður. Jæja, tókstu að selja ljómalind? Spurði mamma. Já, maður sem keypti hana. Ná, fyrir, já, og borgaði hann vel. Já, mjög vel. Alveg sko 3 ár. 3 milljónir, rosalega erfitt. Nei, kannski ekki alveg 3 milljónir, sko. Nú, þetta 3 hvað? 3 krónur? Nei, 3 baunir. Baunir! Strjúð nú. Jói, út gagnslaus, þú áttir baunir, komdu með þessar baunir eða? Nei, sko, við höfum ekkert gagn af baunum. Við höfum bara svelta. Kastaðu baunum, ég kastaði með það búið í garð. Kastaði bara hérna. Baunir. Jói, þú skalt nú ferð þú bara inn. Þú ert bara komin í straff.
Já, og bara, mátt bara vera inni hjá þér og það er ekki að fara út. Þú ert búin að hugsa þín gang. Baunir. Nei, ekki þetta er töfrabunir. Þetta er töfrabunir, mamma. Töfrabunir. Það er ekki til þess að þetta er töfrabunir. Nú meiri strákbjáninn. Þú skulur ekki skammast þín baunir. Hoppa, bói. Jói komin í straff. En þegar Jói sofnaði, ekkert sofnað, var að hugsa bönar. Hann að lokum sofnaðan. Hann vaknaði. Hann vissi að maður ekki vera út, hann vissi að því. Það sem hann vissi líka, það sem hann mamma vissi ekki, sem hann vissi líka, mamma hans var svo, þegar hún var líka úr og gat ekki sofnað, hún sofnaði eftir honum, vaknaði svolítið síðar. Þannig að hann læddist út, hljóðlega, lokaði og þá fór hann það. Og þá brá hann mig svakalega. Það var komið risastórt baunagras út frá baunan sem mamma sendi. Hann ákvað að klifra upp á topp til að sjá hvað það er. Hann klifraði og klifraði og klifraði. Svo kom eitthvað land, eitthvað skrítið land. Það var voða lítið í þessu landi. En hann sá höll, eða svona kastala. Og hann bankaði, bang, 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 bang. Það kom konur af strákunum, við fyrirgefðu frú. Já, býr einhver hér? Já, bara ég og maðurinn minn. Já, og svo náttúrulega. Þú og maðurinn þinn, já. Já, hann er ekki heima. Nei, ég er nefnilega komin langt að. Já, komdu inn fyrir mjög sungur, sko. Já, komdu inn fyrir vinurinn. Kona hann að vera hann, gaf hann að borða. Það er gott. Bum, bum. Nei. Og sama tíma hann var búinn að borða, þá heyrðist það rampað. Maðurinn minn er að koma, þú er að fela þig hérna ofan í balanum þarna. Já, undir þvottinum. Og það gerði Jói. Kom og það var ekki venjulegur maður, þetta var risi. Bom, bom, bom. Það er mannað þegar í húsinu mínu, stundi risin. Nei, elskar mín, þú veist að hér hafi komið menn í áraraðir. Ég finn samt mannaðið, sagði risin. Já, en hér er engin maður, sagði konan. Ó, jæja, ég er svangur. Var þetta erfið dagur? Já, mjög erfiður. Heyrðu, já, komdu með gullpeningana mína. Ég veist að ég finnst svo gamla að telja þá. Til að róa mig niður. Þegar ég hef svona áhyggjur af því að vera þessum mannaleysi. Já, ég veit það. Og hún kom með fullan pakka peningum. Og Rísi byrjaði að telja og telja og telja og telja og þá þegar hann sofnaði. Þá læddist Jói úr þvottakörinni. Tók rólega gullpeningana ofan í skjóðuna, tók pokann og prílaði niður brauðnakastið með gullpokann. Ég byrji, Jói, þú getur startið. Já, eða það, en ef ég segi að ég er með gullpenninga frá Risa hérna, frá hvað? Risa? Næ, ég ætlaði nú, hvað er þú að gera mér þetta Níelsu? Nú, ég ætlaði nú bara að afgóða þetta ljóta baunakast, hérna. Ég gera það því að kannski á Risin meira sem við getum notað. Já, allt í lagi þá. Allt í lagi þá. Gullpeninga. Beit. Já, ekta. Ég ætla að fara aftur á morgun. Og það gerði Jói. Hann vaknaði snemma og fór upp. Nöggasti. Góðan daginn. Ég ætla að fá mat hjá þér aftur. En
En, svo hann hugsaði sig hann átti aðra larfa. Hann átti bara larfa, það er ekki megin fín föt. Hann fór í innlarfuna sinna, það er 3 ára, larfa. Hann fór í innlarfuna sinna og já, svo átti hann svona lítið, svona nef, svona gervinef sem hann var oft með öskudaginn. Eða, þú veist, ekki öskudaginn, það var öskudaginn þarna, kannski hrekkjavökunni hjá þeim. Og hann setti þá nefið að sér, svo að konan risast þekkti hann ekki eftir. Og breytti röddinlega. Góðan daginn, ég er bara fátækur strákur á leiðinni hérna. Já, mamma vildi búa í svona efralandi svo geti séð fólki þannig að hann geti kannski strítt þeim og eitthvað. Já, ég var því komið fyrir og fá songur gætir. Já, veistu, ég ætla ekki nú hleypa þér inn. Það kom nefnilega strákur eins og þú í gær og stal af risanum. Æ, það er ekki nógu gott. Nei. Já, ég veit ekki. Jú. Konan hafði ekki hugmynd að þetta væri Jói. Nei, svo Jói fór. Hann borðaði á sama tíma og hann búinn að borða kom risinn. En hann vissi það þýddi ekkert að fara í þvottakörfuna. Hann var í þvottakörfunni. Heyrðu. Felldi þið bak við stóra blaðakörfuna þarna og það gerði Jói. Og risinn kom. Það er fussum sveiða mannarósinu. Nei, þú veist að maður hérna síðan einhver tíma. Já, maður gaf síðan. Veistu það, ég fekk mér að borða á leiðinni, en þú þarft ekki að hafa fyrir að það matu. Komdu frekar með hænuna mína. Já. Hænuna, já. Krakkar, það var ekki venjuleg hæna. Nei, hún verpir gulleggjum. Ó, já. Og hænan byrjaði að verpa. Hann nuddaði mig bara og búm, kom gullegg. Hann var svo gladur þess að gulleggir að hann sofnaði. Jói læddist úr bak frá blaðakörfunni. Og hann tók hænuna og gulleggið og fór niður baunagrasið. Og þar var mamma hans. Jæja, hvað tókstu núna frá risanum? Ég tók hænu. Nó, jæja, þú getur fengið spælt egg. Það er nú gott. Já, það vil gullspælt egg. Ha? Já, hún verpir gulleggjum. Mamma var alveg. Þú ert ótrúlegur, já, þetta er fínt. Já, morgun. Nei, þú skalt ekkert að fara aftur. Jú, ég ætla að fara. Ég fer í eitt skipti. Mér langar að vita hvaðan á meira sem að getur gert úr hamingjusum og allt það. Já, allt í lagi þá. Ég ætla að fara eins oft og ég hægt er. Já, gerði það. Daginn eftir fór niður þínana og hann fann skemmda kartöflu, það var ekki skemmda kartöflu, og hann setti hana á nefið á sér. Hann gerði það til þess að kona risans myndi ekki þekkja. Svo klifraði hann dörrinn sig. Bankaði. Hæ, ég er svo svangur og kallt og allt svoleiðis, sagði Jói. Já, veistu það, ég held að ég sé ekki að fara að hleypa þér inn hérna. Nú, nei, það hafa 2 síðustu daga, það hafa komið strákar og stólið bara af risanum, manninu mínum, og ég hleypi engum inn. Já, en þú getur kannski orðið mamma mín. Já, af því mamma mín dáin. Pabbi líka. Æ, ég hleypi þá inn. Og konan gleypti þá við þessu. Því hún vissi ekkert að það var Jói. Nei. Hann
fékk að borða og þegar hann var búinn að borða heyrðist aftur kom risinn heim. En Jói gat ekki farið í þvottagrunna og ekki bak við blaðakörfuna. Ég veit nú ekki alveg hvar ég get haft þig núna. Nei, haft þig. Ég er búinn þarna. Heyrðu, jú, ég veit það. Þú getur farið inn í antiklukkuna þarna. Og það gerði Jói. Hann fór inn í antiklukkuna. Síðan kom risinn, búm. Veistu það, kona? Fössum segðarna þegar og nú reyndi ekki að segja það, koma. Ég er vissumadur, menn sem búin að stela frá mér og já, elskum, ég bara hef ekki séð neitt, þegar það komi bara þegar við sáum, eða þú svafst. Já, hvað varst þú þá að gera? Þú gagsleis, nei, elsku risinn minn. Ég bara var að undirbúa matinn fyrir mig og hún gat ekki spila. Já, nú skal þú bara, ertu þá ekki búin með að gera matinn fyrir þér? Þú getur fylgst með því hver það sem er að stela frá mér. Veistu það, ég bara get eiginlega ekki verið að gera það og strax, ég vildi gera mat fyrir þig fyrst og ekki svo vel. Allt í lagi þá. Ég sagði, heyrðu, komdu nú með hörpuna mína, mér líður svo illa, hún hressir mig alltaf við. Ég skal gera það. Já, harpan, hún er mjög merkileg. Þetta er ekki á tónlistarhúsið, ég er ekki að, nei, þessi harpa, þetta höfðum gætt og syngur og spilar sjálf. Já, risinn þetta ekkert að gera. Jæja, mér syngdu nú eitthvað fyrir mig, eitthvað skemmtilegt, hressandi. Það skal ég gera, sagði harpan. Nú er gaman, nú er fjör, lalalala. Og einu augabragði þá sofnaði risinn. Jói læddist út úr gauksklukkunni. Nei, út úr antiklukkunni, segi ég. Út úr antiklukkunni. Og hörpuna. Hjálp, það er verið að stela mér. Það er verið að stela mér, sönglaði harpan og risinn skoði, vanægið þér, vanægið þér, þjórinn og hann hljóp á eftir Jóa. Jói hljóp niður börnungar sín. Mamma, vel sæna, sagaðu niður börnungar sín, núna risinn er á eftir mér. Já, og hún tók, segir hann, baunagrassið féll niður. Já, og risinn fór með. Og hann skall svo fast á jörðina. Hún bara sem ekki alltaf kjartafall og dó. Og Jói mammans, þau þurftu ekki að ágjöra þegar fátæk lengur. Nei. Þau keyptu sér hús með sundlaug og það var kvikmyndasalur og bara algjör luxus í Nýja Snuðra. Og það lifðu þau hamingjusöm til æviloka. Hendir. Já. Segi ykkur næst ævintýri seinna. Bye bye.